Já, góðir hlustendur, velkomin að Rauðaborðinu á 50. í miðri kreppu og miðum koronafaraldri. Við höfum svona stundum tekið fyrir svona ákveðin kerfi í samfélaginu. Við ræddum hérna svona stóru kerfin, heilbrigðis- og menntakerfið hérna í nokkru þáttum fyrir sumarliði. Ræddum þar svona valdina kerfanna, hverju það tækju að sér að móta þau og hvernig svona einar stóru menntastjættir inn í þeim, kennarar og hjúkrunarfólk upplifði vald sitt inn í þeim. Í kvöld langar mig að tala annað kerfi sem dómskerfið eða réttarkerfið, eftir hvernig við orðum það, og velta því upp með gestum mínum hvort að allir hafi jafnan aðgang að réttlætinu sem að þetta kerfi á að skaffa, hvort að hinni ríku, auðu og valdamiklu geti sótt okkar réttlæti en kannski síður hinnu fátæku, valdalitlu og jaðarsettu. Hvort að séu tilteknir hópar sem að kannski við séum ekki komin á þann stað að geta veitt eðlilegt réttlæti eða eðlilegan framgang. Við sjáum til hvert umræðunar leiða og þeir sem að munu leiða umræðunar eru frábært fólk. Það Ragnar Aðalsteinsson lögmaður og Gísli Tryggvason sem líka lögmaður og Berglind Svavarsdóttir sem líka lögmaður en hún jafnframt formaður lögmannafélagsins og svo hjá okkur Bjarki Magnússon sem hefur nú líka lært lögfræði en hann kannski hér frekar sem fulltrúi afstöðu félags fanga. Ég má byrja á þér Ragnar sem því þú elstur. Þetta verðugt svona umfjöllunarefni eða ættum við að vera veltaði fyrir okkur hvort að réttarkerfið úthluti öllum réttlæti eða hvort að það séu sumir sem kannski eru líklegri til þess að fá það á meðan aðrir fá það síður? Gunnar Smári, þetta eru stórar spurningar og mikilvægar og þær þarf að ræða. Það auðvitað nokkuð augljóst að við lifum í stéttskiptu samfélagi og það búa ekki allir yfir sömu réttindum í raun. Eitt að setja í lög ákvæðum að allir skuli vera jafnir fyrir lögunum og annað slíkt, en þegar kemur að framkvæmdinni, þá skiptir öllu máli að það sé unnt að standa við hinn stóru orð jafnan rétt allra manna. Og ef ég mætti kannski vísa í það sem Anatole France sagði hér árið, eitthvað á það leið að lögin í hátign sinni lýsa yfir jöfnum rétti allra manna, þar á meðal rétti fátækra og banna fátækum og ríkum jafnt að sofa undir brú, betla á götunum og stela brauði. Og þetta svona ágætt lýsing á því kerfi sem við búum við, það lengi búum við og búum við enn og eigum eftir að breyta. Það auðvitað þannig að forréttindi hafa lifað lengi í samfélögum okkar og það var síðan reynt að berjast gegn því eða veita því nokkra andspyrnu þessu misrétti með því að stofna til almannatrygginga og ýmiss konar þess háttar ráða. En ef við reynum að skoða árangurinn, þá hann sáralítill. Mismunurinn í samfélaginu frekar vaxandi heldur en minnkandi þrátt fyrir þessar tilraunir til þess að vinna gegn mismunum og þar með óréttlæti. Og við getum auðvitað talað stöðu manna eftir í hvort að ræða einkamál eða opinber mál, sakamál, og með dettur í huga nefna á sviði sakamála að þar eru annars vegar svokölluð almenn hegningarlög. Undir þau falla flestir afbrotamenn sem eru í þessum þjófnuðum og líkamsárásum og slíku og svo svokölluð sérlöggjöf. Þar til að mynda hægt að nefna refsiákvæði mengun. Ef við berum síðan saman dóma annars vegar út af minniháttar þjófnaði, hugsum okkur að maður brjótist inn í hús
brjóti rúðu og steli fartölvu annars vegar og síðan gerist það í sama húsi að bensínstöðin nágranninu lekur og fólkið í húsinu verður að hverfa á braut mánuðum saman vegna eituráhrifa mengunarinnar. Olíufélagið sem ber ábyrgð á menguninni mun ekki fá mikla refsingu, kannski einhverja sekt, en aftur á móti maðurinn sem braut rúðuna og fór inn, hann fær fangelsisdóm. Þetta munurinn á sérræðislöggjöfinni og almennum hegningarlögum. Á sviði einkamála, þar erum við með þann vanda sem fjárhagslegi vandi að þeir sem hafa minna á milli handana, þeir eiga erfitt með að komast með mál sín fyrir dómstóla, hvort sem það til þess að verja réttindi sín eða sækja réttindi sín. Og þó við höfum reynt að búa til einhvers konar gjafsóknarkerfi, þá dugir það mjög skammt því að það næri ekki til nema þeirra allra fátækustu, en reið og mennurinn konir í 300-500 konar tekjur, þá verður þeir að bera kostnaðinn sjálfir og það dugir ekki til þess að reka mál sín fyrir dómstólunum nútildags. Berglind, má ég spyrja þig, þú ert formaður lögmannafélagsins og lögmenn eru svona einhvers staðar á milli almennings og kerfisins. Ég býst við að þið mörgum tilfellum eruð að berjast fyrir hagsmunum ykkar skjólstæðinga til þess að geta varið rétt sinn bæði fyrir stofnunum og öðru slíku en líka í réttarkerfinu sjálfu. Þetta til umræðu hjá lögmönnum jafnan möguleika fólks á að sækja rétt sinn eða verja rétt sinn? Já, við byggjum á því að við teljum okkur búa í réttaríki og eitt af aðaleinkennum réttaríkisins að tryggja aðgengi borgarana að réttlátri málsmeðferð og fyrir sjálfstæðum og óvilhöllum dómurum. Og réttaríkis hugtaki í svona víðasta skilningi, það felur í sér að samfélag skuli lúta að almennum og sameiginlegum lögum sem að gilda jafnt fyrir alla og séu ekki byggð að geðþóttavaldi. Og lögin verða að vera framkvæmanleg, þau verða að vera skiljanleg, þau verða að vera aðgengileg og þau verða að vera almenn. En þetta eins og Ragnar kom inn á, þetta er orð og síðan það spurningin hvernig framkvæmdin. Og það alveg hægt að taka undir með Ragnari að það þó að aðgengið eigi að vera jafnt og það það sem við viljum og teljum að eigi að gilda fyrir alla og þannig sé réttaríkið og við sem búum í lýðræðisþjóðfélagi, við viljum að hafa þennan aðgang jafnan fyrir alla. En það því miður bara ekki þannig og það kannski helgast fyrst og fremst af tekjum og því að það dýrt að fara í mál, það mjög dýrt og með tilkomu eða þegar þrjú dómstig þá getur þetta hlaupið að mörgum milljónum og þannig að það alveg ljóst að það ekkert allir sem geta farið í það. Við erum með svokallað gjafsóknarkerfi sem á að vera til þess að tryggja efnaminni kost á því að fara með málin sín fyrir dómstóla. Lögmannafélagið hefur lengi barist fyrir því að þessi viðmiðunarmörk, því það miðað við tekjur, að þau verði hækkuð. Og það má eiginlega segja að þetta bitnar eiginlega helst á þessu fólki sem með svona meðaltekjur jafnvel. Manstu hver mörkin eru? Já, mörkin eru, það eru 3,7 það bil árstekjur einstaklings og 5,6 ef hjón er að ræða. Ef að viðkomandi í sambúð eða hjónabandi. 3,6? Og síðan Sagður 3,6 fyrir einstakling. Það ekki mikið. Það eru 300 skall á mánuði, það undir lágmarkslaunum. Já, það það síðan að segja, það viðmiðunartekjurnar og það rauninni ekki mjög langt síðan þetta var hækkað. Og það það sem lögmannafélagið hefur verið að benda á og berjast fyrir að þessi viðmiðunarmörk verði hækkuð þannig að við komist fleirum að gagni. Þetta
allt of fámennur hópur sem getur nýtt sér þetta. Og jafnvel það líka það að þetta gildir bara fyrir dómstóla, en nú það nú þannig að það eru komnar ýmsar úrskurðarnefndir og stjórnvaldsúrræði og borgarinnar að reka mál sín fyrir stjórnvöldum og þá þessi gjafsóknarúrræði ekki tiltæk. Og þetta galli og það þarf að laga. Ná, ég spyrja þig hvernig það hjá hinum, svona í okkar nágranna löndum. Er okkar gjafsóknarkerfi veikara eða eru við svona á pari með aðra? Fannstu það? Það er mín tilfinning að það sé að mörgu leyti mun veikara. Vegna þess að allavega eins og ég þekki til í Noregi að þar eru mun víðtækari heimildir að ræða. Ég man að þegar gulvestungar í Frakklandi og kannski sérstaklega í París ruddust út á götu, þá voru alls konar kröfur þar á lofti og margar mjög snjallar, þótt að kannski fréttaflutningurinn hér hafi verið af þessu sem óerða hreyfingu, að þá voru þeir með mjög skýra kröfur og meðan annars var ein krafan svo að tífalda framlag ríkisins í svona sjóð sem átti að fjármagna lögfræðiþjónustu eða málsóknarkostnað þeirra sem ekki gátu sótt réttlæti til réttarkerfisins og þetta var rökstutt á mjög svona glæsilegan máta og maður velti fyrir sér að býta af hverju krafan jafnræði í skólakerfinu og heilbrigðiskerfinu, hún bara okkur svona mjög eðlislæga gangu frá því að það eigi að vera jafnræði þar en það einhvern veginn krafan jafnræði gagnvart réttarkerfinu hefur ekki verið farið hátt. Ég held að sé alveg rétt að þetta miklu betra í þeim nágrannaríkjum sem ég þekki allavega skást til, Noregur og Danmörk og ég held að sé engin tilviljun að ég til dæmis aldrei fengið fyrir skjólstæðing minn gjafsókn, eiginlega hættur að reyna að sækja en í Danmörku hef ég þegar fengið gjafsókn fyrir skjólstæðing í máli sem ég að reka í Danmörku. Það var ekki erfitt. Og það má heldur ekki gleyma að þetta ekki bara, eins og Berglind nefndi, þetta ekki bara réttarkerfi, þetta líka allt stjórnsýslukerfi. Og ég man að þegar árið 1994 þá var farið að tala það að veita svona gjafsókn utan dómskerfisins eða réttaraðstóð utan réttar, lögfræðaðstóð utan dómstólana. Og Þorsteinn Pálsson, þáverandi dómsmálaráðherra, lagði nokkru sinnum fram frumvarp það, en það var bara til sýnis eiginlega fyrir kosningar. Og ég var nú að reyna að finna leiðara sem ég skrifaði þetta í júlí 1994 og reyni kannski að koma til ykkar, en síðan hefum lítið heyrt af því í aldarfjórðung. Þannig að ég held að sé alveg rétt hjá ykkur að þessi orð stjórnarskrárinnar og kannski mannréttindasáttmála og inntak réttarríkisins, það eru orðin tóm á Íslandi. En Gísli, segðu mér að svona út frá þessu sem ég var eitthvað að reyna að koma orðum að hverju þetta ekki meira áberandi í almennu umræðu, skrafanum jafnrétti gagnvart lögunum, þetta eiginlega vera fyrsta krafa? Já, ég veit það ekki. Ég reyndi mikið þegar ég var talsmaður neytenda að virkja úrræði sem að gekk út á sáttamiðlun á vegum sýslumanna því að það gat verið ódýrt úrræði og lögin heimiluðu það. En það var ekki mikill stuðningur við það í kerfinu og kannski var það á endanum kaupmannastéttin sem var ekki hrifin af því. En það hefði verið leið til þess að leysa mörg lítil neytendamál eða ágreiningsmál án þess að það þyrfti jafnvel að koma lögfræðingar að því. Það þurfi ekki alltaf að koma lögfræðingar að öllum málum en það þarf kannski að koma hlutlaus dómari eða sýslumaður að því til þess að leysa ágreiningi í litlum neytendamálum sem bara eitt af því sem að mætti bæta. Og mætti líka hugsa þannig að það sem að væri þessi sáttarlið farið að þá gæti annar aðilinn, kannski sá efnameiri, ekki raunverulega farið með málið lengra raunverulega til þess að hrista af sér hinn efnaminni. Er það ekki hluti af hugsuninni á bakvið? Jú, og það var eiginlega hugmynd sem ég hef nú bæði þá og seinna í tengslum við samtök leigjenda reynt að setja á blað að það gekk út á það að það mætti ekki annar aðilinn vera með lögmann og hinn ekki, heldur væru báðir annarkvort með lögmann eða lögmannslausir. Og ef þeir væru lögmannslausir þá myndi löglærður fulltrúi almannavaldsins passa upp á réttlætið og jafnstöðuna. Bjarki, þú ert fulltrúi
afstöðu félagsfanga og áhuga fólks fangelsismál ef ég mann rétt. Þessi langur undirtitill á þessu. En hérna er það rík eða almenn tilfinning þeirra sem að sitja af sér hafa fengið þunga dóma að þeir hafi ekki fengið réttláta meðferð, að þeir hafi verið með of veikar varnir, hafi raunverulega ekki haft svona getu til þess að verja sig kannski með sama hætti og hinnir efnameiri. Jú, bæði, ég ætla samt aðeins að koma inn á þetta með gjafsóknarmálin vegna þess að okkar skjólstæðingar, þegar þeir eru komnir inn síðan, eiga við stjórnsýsluna að glíma og þar er engin réttaraðstoð og það er eitthvað sem að afstaða hefur verið að reyna að rétta mönnum hjálparhönd með að reka síðan mál sín. Þeir fá alls konar agaviðurlög og þess háttar sem eru þar fyrst að kæra til fangelsismálastofnunar, síðan til dómsmálaráðuneytis og síðan þegar að þau réttarúrræði eru að þrotum að þá er hægt að leita til umboðsmanns Alþingis. Mjög langt ferli, líka þungt í vöfum, en það er í raun og veru ekki neina lögfræði aðstoð fyrir fanga, ekki slíkt í boði. Síðan kemur inn á þetta með þegar menn reka mál sín fyrir dómstólum. Þetta er það hárrétt hjá þeir að einhverjir lögmenn kunna að líta til þess að það muni verða dómari sem að ákveður hvaða þóknun þeir munu fá fyrir að reka mál fyrir dómstól og skjólstæðingurinn litla fjármuni til þess að fara eitthvað að bæta í það. Þannig að sú þóknun sem er ákveðin að dómara, það er það sem að stendur og kannski er einhverju lögmenn sem að líta í það að þeir ætla ekki að leggja meiri vinnu í það heldur en að þeir munu síðan fá borga fyrir. Það er stór þáttur svona við erum mörg hver alveg upp á svona amerískum bíómyndum glæpamál og réttarfar. Þar er þetta svona gegnumgangandi þema að verjandinn kastar til hendinni vegna þess að hann er að vinna fyrir svo lítið peninga, það skiptir ekki máli og þetta er svona maskína. Ég bara spyr svona eins og maður sem er alveg upp á þessu vegna þess að stundum hættir manni til að halda hlutinni séu svona Íslandi, það er kannski allt þessu lögmál, en ég er umlega bara að spyrja þessu hvort að það sé raunin að það geti verið að sá sem að lendir í þungu sakamáli fái slælega vörn út af þessu að menn fá lítið borgað fyrir og telja það ekki vera réttlætanlegt að leggja mikla vinnu í það. Ég held reyndar að það sé nú aðalega þannig að lögmenn vinni það vel og vilji gæta upp á orðspor sitt og leggji jafnvel meiri vinnu í mál heldur en að þeir fái síðan greitt fyrir. En það breytir ekki því að þessi spurning vaknar og já, við hljótum að velta fyrir okkur, eru allir jafnir fyrir lögunum og dómstólunum? Má ég ekki beðja ykkur lögmennina að andmæla þessari kenningu úr bandarískum sakamálaþáttum? Þetta sé raunverulegt vandamál á Íslandi? Að verjendur kasti til höndunum vegna þess að fátæki maðurinn á Sakkabekk, hann á ekki efna á raunverulega að borga neitt, hann er orðið tekjulaus í gæsluvarðhaldi og verjandi færi örlitla eða kannski bara brota því sem að svona útláðu texti er. Gunnar. Ég veit þetta ekki við þig. Ég er að bjóða ykkur andmæla þessu vegna. Ég er eiginlega að spyrja því að það er því þekkið að stundum heldur fólk að íslenskt réttarkerfi sé eiginlega bara eins og matlokkþætti. Þannig að ég er að spyrja innan úr því. Ég er ekki alltaf svo fram. Ef ég mætti fyrst vekja athygli á því að maður sem er sakaður og dreginn fyrir dóm undir ákæru, hann fær sér skipaðan verjanda að eigin vali. Og
þegar málunni lýkur, þá ákveður dómari verjandanum þóknun. En enda þótt að ríkið leggi þóknunum út, þá er staða hins sakaða mannsins jafnslæm, því að hann á eftir að borga kostnaði. Og ég hef séð ótrúlegustu dæmi þar sem að menn hafa afplánað fangelsisvist, verið í skóla, komið fjölskyldu og gengur vel, og þá kemur krafan frá ríkinu kostnaðinn. Og þetta hefur leitt til mikilla harmkvæla og upplausna fjölskyldna. Það er að vísu til einn dómur í Hæstarétti þar sem var sýnt fram á það að sakborningur hafði ekki efni á því að borga þóknun verjanda, og Hæstiréttur viðurkenndi á grundvelli mannréttindasáttmála Evrópu að sú kona þyrfti ekki að greiða þann kostnað. Það voru gerðar einhverjar lítilsháttar lagfæringar á sakamálalögunum að þessu leyti, en í raun er þetta þannig að sökunautur hefur ekki eins og væri lágmarkskrafa í langflestum tilvikum. Og þetta er það sem að hinn sakaði er síðan að glíma við þegar hann hefur lokið afplánun ef hann er sakfelldur. Þessu þarf að breyta. Dómarinn þarf að geta ákveðið strax í byrjun að ákærði hafi ókeypis vörn og þurfi ekki að ákæra því. Það eru líka dæmi um það að menn ákveða að áfrýja ekki dómur sem telja ósanngjarna í sakamálum vegna kostnaðarins. Þannig að þarna er hallað á réttlætið að verulega leyti fyrir sakaða menn. Ragnar, kann þú dæmi um þess að við getum bent á eitthvað í nágrannalöndunum þar sem að þessu er betur háttað, þar sem að það væri fyrirmyndi sem við getum tekið upp til þess að tryggja fleirum aðgengi að réttlæti? Það sem ég þekki til, þá er þetta í betra horfi heldur en hér, og hér hefur áhugi stjórnmálamanna ekki verið sá að bæta úr þessari réttarstöðu þeirra sem á þurfa að halda. Alþingi samþykkir í sjálfsögðu lögin, dómsmálaráðherra skrifar síðan reglugerðirnar og þá hefur það jafnvel gerst að ráðherrann hefur dregið úr réttindunum samkvæmt lögunum. Hann er unnið gegn Alþingi. Ég hef reyndi á sínum tíma að fá Alþingi til þess að bregðast við því að ráðherra brjóti gegn vilja Alþingis. Það var engin áhuga á því. Og ef ég má aðeins halda áfram með þessar réttarreglur. Við erum með lögin sem að dómstólinn er ekki að dæma eftir. Síðan erum við með allar þessar stjórnsýslureglugerðir, stjórnsýslureglur. Og það er Alþingis sem að semur tiltölulega opin, óljós lög og felur síðan framkvæmdarvaldinu að setja reglugerðir framkvæmd lagana. Þetta þýðir að dómstólinn eru langoftast að dæma ákvarðanir framkvæmdarvaldsins, reglur framkvæmdarvaldsins. Þær eru miklu fleiri og umsvega meiri heldur en nokkuð tíma lögin sem sett eru. Og þetta þýðir það að vald löggjafans færist frá Alþingi yfir til stjórnmálamannanna. Og það er hægt að ímynda sér hvað áhrif þetta hefur. Ef þú hefur aðgangar á þeirra, það getur látið breyta löggjöfinni. Dæmum það var hér í blöðunum fyrir ekki alls löngu að forstjóri matvælafyrirtækis var óánægður með reglugerð kröfur hreinlæti og hann hafði lítið fyrir og skrifaði bréf til ráðherra og sagði honum að breyta reglugerðinni þannig að kröfurnar sem hann hafði ekki uppfyllt í 10 ár, þær eru teknar út. Og hann skrifaði nákvæmlega hvað ráðherrann ætti að gera og ráðherrann hlýddi því bara. Umsvifalaust. Þannig að þetta er hættan. Alþingi verður að skrifa betri löggjöf, nákvæmri löggjöf og draga úr því að framselja löggjöfarvaldið til ráðherranna. Og ef ég má grípa aðeins þarna inn í með þessa konflikta milli dómsvalds og framkvæmdarvalds, þá var það þannig að eftir að dómur fellur, að þá útfærir framkvæmdarvaldið síðan hvernig framkvæmdin er og
ákveður jafnvel áður en að afplánun hefst að þeir sem að hafi hlotið dóm fyrir efnahagsbrot, jafnvel þó að sá refsirammi hafi verið fullnýttur, sem eru þá 6 ár, að hann skuli síðan afplána helming dómsins. Meðan að burðardýr sem hefur verið tekið með fíkniefni skuli afplána 2/3. Reyndar held ég að dómstólarnir hafi séu síðan að bregðast við þessu. Þannig að dómarnir hækka og dómur yfir konu sem var burðardýr, hollenskri konu, var 11 ár. Og þarna var ég að tala um að ef að refsiraminn fullt nýttur í efnahagsbrotum þá sé hann 6 ár. En þarna burðardýr sem hlýtur 11 ára dóm og það held ég sé viðbragð dómstólana vegna þess að þeir vita eða gera ráð fyrir að erlendur ríkisborgari honum muni verða brottvísað að lokinni afplánun og muni þar að leiðandi einungis afplána helming dómsins. Reyndar í þessu tilviki er ákveðið að vísa konunni úr landi og þar að leiðandi hefst það ferli að hún á að losna á helming. Hún kæri síðan þá ákvörðun, enda var hún þá orðin gift Íslendingi. Og áfrýjunarnefnd eða kærunefnd útlendingamála felldi ákvörðun Útlendingastofnunar úr gildi, þannig að brottvísunin var ekki gild. Þrátt fyrir að hún sé að byrja að afplána á ökklabandi, þá henni kippt aftur í öryggisfangelsi, af því að þá á hún að fara að afplána 2/3. Þannig ég segi, ég held að það hafi verið viðbragð dómstólsins vegna þess að þeir vita hvernig framkvæmdavaldið er að útfæra dómana sína, hafi dæmt hana þetta hart, en síðan reynist hún ekki fá helming og þarf þar að leiðandi að afplána 2/3 af þessum mjög þunga dómi. Berglind, ef við höldum okkur aðeins við sakamál, það sem að verjandi veit að dómari mun úrskurða verjandalaun sem að mér skilst að séu oftast töluvert lægri heldur en kannski verjandi getur fengið ef að sakborningur myndi sjálfur borga eða ekki efna á því. Þetta svolítið skrýtin staða sem að lögmaðurinn settur í og ég bara fyrir að orða þessa spurningu þá finnst mér svona eins og maður ekki ráð fyrir að verjandi leggi sig alltaf sem best fram. En ef maður myndi skipta þessu yfir þetta væri læknir sem ætti að fremja hjartaskurðsaðgerð á 2 mönnum og annar myndi borga bara fullt verða því að ná alveg efna á því að borga bara 2 milljónir fyrir hjartaaðgerðina sína en ég ætti bara ekki efna á því og það verður úrskurðað að læknirinn fengi bara 250 skall fyrir mína aðgerð. Já, svona, en ég gerir ráð fyrir að læknir leggja sér fram, en þetta er kannski ekki alveg svona eðlilegt, þetta er ekki eðlilegt svona starfsumhverfi. Það er eitthvað skítið við þetta. Nei, það er náttúrulega meginhlutverk lögmanna er að gæta hagsmuna skjólstæðinga sinna og öllum lögmönnum sem er annt sitt orðspor og sinn heiður gera það vel. Og ég held nú að það sé þeir sem eru í að vinna við þessi störf að þeir séu að gera það af mikilli fagmennsku og trúnaði við sinn skjólstæðing. Það eins og var komið hérna inn á áðan að þá talandi þessa réttaraðstoð að réttaraðstoðin og aðgengið að dómstólunum felst fyrst og fremst í því að það fá allir sem skipan lögmann og geta fengið að þeirra eigin vali. Lögmannafélagið hefur verið með svokallaðan verjandalista
Það eru lögmenn sem að eru tilbúin til að taka að sér þessi störf og þeir eru tilbúin til þess að vera til staðar alltaf þegar á þarf að halda og eru á svona bakvakt og lögregla hringir í þá ef eitthvað kemur upp. Auðvitað kvörtum við lögmenn alltaf yfir því að okkur sé ekki borguð nægileg laun og við séum ekki að fá nægilega góð laun fyrir okkar vinnu. En hins vegar það þessar greiðslur, þær eru greiddar af ríkinu og þannig að lögmenn þurfa ekki að eins og oft að þú tekur að þér einhverja vinnu og síðan ekki þar með sagt að þú fáir hann að borga það. En það svona, öllu jöfnu, þá skildi maður nú ætla að ríkið myndi borga það sem að það á að gera. Þannig að ég vil nú ekki, ég held að það skipti ekki máli í heildarsamhenginu að þeir fá eitthvað lægri laun heldur en gæti fengið að þeirra vinna verði eitthvað verri fyrir vikið. Nei. Ég velt að vera að það sé sett í þá að við höfum að búa í samfélagi sem að útilir jafnrétti, jafnrétti gagnvart lögunum jafnt. En svo erum við bara með þetta vandamál að sá sem að vinna fyrir ríkamannin, hann fær meira heldur en sá sem að vinna fyrir fátækamannin og þá það bara á samvisku mannsins sem að vinna fyrir fátækamannin að hann á eiginlega að tryggja þessi réttlæti sem við ætlumst til þess að sé í samfélaginu okkar. Já. Þetta náttúrulega, þetta er djúp spurning. Þetta mjög djúp spurning, en ég bara ítreka enn og aftur að þetta er megin hlutverk lögmanna að gæta hagsmuna sinna skjólstæðinga. Þetta gerist beint þetta fjárhagslega. Já, ég sé það. Berglind nefnir þetta annað atriði sem ég held að sé ekki síður mikilvægt að huga og það að þessi lögmannalisti, hann mjög lítið notaður, heldur lögregluna hringja bara í einhverjum lögmenn sem eru ekki endilega á lögmannalistanum. Þá hættan að það sé hringt í lögmenn sem að lögreglunni þóknast frekar eitthvað sem random val, eins og þessi listi fyrir þá sakborninga sem ekki hafa fastan lögmenn. Þetta stórhættulegt fyrir réttaröryggið. Nú útskýrðu þetta aðeins betur, Gísli? Já, það listi sem að lögmannafélagi hefur lengi haft og viðhaldið. Já, en af hverju þetta hættulegt? Þú meinar að lögreglan sé með eitthvað lista yfir þá sem eru líklegri til þess að dæma í takt við rannsókn og niðurstöðu þeirra? Aldrei að vera þannig að lögregla sé að velja lögmann fyrir einn eða neitt. Málið til rannsóknar lögreglu. Ég held að þú vil ekki þægir við lögreglu að þá á lögreglan ekki að velja einhverja sem að henni hentar. Hættan þá að það séu valdir einhverju lögmenn sem að lögreglunni líst á frekar en einhverju sem er hentugur fyrir sakborningin. Ok, við erum búin að tala svolítið ólíka efnahagslega stöðu. En samfélagið okkar náttúrulega þannig að fólk svona mistengt. Fólk ekki bara til svona kapital, þetta líka til félagslegt kapital og menntakapital og fólk vel ættað og vel tengt en svo stór hluti íbúana sem það bara alls ekki, innflytjendur og fólk sem kemur að fátækum fjölskyldum og veikstætt. Það getur verið fólk sem fatlað eða ekki með fulla greind eða með geðraskanir og ákafa í hegðun og það getur verið fólk sem beitt sér mikið og opinberu vettvangi og talið að vera með þráhyggju og vera bölvaðir kverúlandar og annað slíkt. Þannig að oft hvernig tekið á móti fólki bæði inn í stjórnkerfinu og ég efast ekki líka inn í réttarkerfinu að það sé tekið ólíkt af fólki eftir því hvernig það birtist í kerfinu eða þeim sem að fara með valdi hverju sinni. Er þetta vandamál, Ragnar? Ég byrja alltaf að verða við spurningunum þér. Já, þetta er að sjálfsögðu eitt af vandamálunum sem við glímum við. Ef við nefnum til að mynda flóttamenn sérstaklega, þá
hafa þeir ekki mikla kosti á lögfræðarstöð. Á frumstigi þá rekur Rauði krossinn mál fyrir þá, þannig það ekki lögmaður að eigin vali eins og alþjóðalög gera ráð fyrir. Og síðan þurfa að reyna að finna sér lögmann eða vilja fara lengra í úrskurðarnefndina og það verður þá oftast hlutverk lögmannsins að greiða þann kostnað. Síðan kemur upp svo staða að lögmaðurinn telur rétt að leita eftir ógildingu ákvörðunar áfrýjunarnefndarinnar á synjunum hæli á Íslandi og þrátt fyrir það þá gerist það að viðkomandi umsækjandi alþjóðlega vernd sendur úr landi. Hann sendur úr landi og hann á eftir að reka dómsmál á Íslandi. Ég hef stundum orðað þetta þannig að stjórnvöld á Íslandi trúa því eða látast trúa því að það sé jafn auðvelt að reka mál fyrir dómstólunum hér upp úr öskutunni í Rómarborg eins og að vera staddur í dómsalunum við hliðina á lögmannunum. Það gríðarlega erfitt að reka mál þegar svona stendur á og ólíklegt að unnt verði að fá réttlætinu fullnægt með því móti. Tökum svo aftur hina fötluðu og hina gömlu. Þeir eiga að njóta og fátæku, njóta verndar 77. grein stjórnarskrárinnar og það kom inn í lög 1996 með breytingar mannréttindakaflanum og það reyndi síðan fyrst á það í Hæstarétti árið 2000 í svokölluðu öryggjabandalagsmáli þar sem meirihluti Hæstaréttar féllst á kröfur Öryrkjabandalags Íslands. Síðan hefur ekkert slíkt mál unnist í Hæstarétti. Ekkert. Hæstaréttur klofnaði í 3-2 í öryggjabandalagsmálinu árið 2000 og síðan hörfu þessi meirihluta dómarar úr dómunum vegna eðlilegum ástæðum og þá kom aðrir sem að sögðu við höfnum þessu fordæmi, við fyrirlítum þetta fordæmi, það hefur ekkert gildið okkar áliti. Og síðan hafa þessir hópar sem hafa reynt að byggja rétt sinn á 77. greininni aðstoð vegna örbirðar vegna sjúkleika, fötlunar og svo framvegis. Þeir hafa mátt súpa seyðið af þessari hugmyndafræðilegu afstöðu dómarann í Hæstarétti. Og það dálítið sérstakt að lögmenn hafa nú reynt að bregðast við þessum vanda við þessari girðingu sem Hæstaréttur hefur reist og komið í veg fyrir að unnt sé að láta reyna á það hvort að lög félagsleg réttindi séu í andstöðu við stjórnarskrána að reyna að búa kröfurnar í klæði eignarréttar kröfur. Vegna hvers? Vegna þess að lögmennirnir vita að þetta skilur Hæstaréttur miklu betur. Hann þjálfaður í því að fjalla eignarrétt, hefur áhuga á eignarrétti og vill vernda hann sem best. En virðir ekki önnur mannréttindi heldur en eignarréttindi? En virðir ekki önnur mannréttindi en eignarréttindi? Hann hefur meiri áhuga á þeim og meiri þjálfun í að fjalla eignarréttindi. Ef við lítum á dómasöfnum þá sjáum við að langflest mannréttindamál fjalla eignarréttindi á Íslandi. Og það reynt að bæta úr þessu nýju stjórnarskráni með betra ákvæði en að sjálfsögðu getur æðstu dómstóllinn alltaf búið sér til reglur hvað sem lögin segja. Það nú bara þannig. Og það þetta sniðganga lögin í óendanlega að maður situr í æðsta dómstólnum og það er gert með ýmsu móti. Berglind, það síður hlustað á konur en karla í samfélaginu og á það við réttarkerfið getur staða þolenda ofbeldis sem oft eru konur eða kynferðisofbeldis getur staða þeirra og óánægja þeirra gagnvart réttarkerfinu og mörguleyti eiginlega uppgjöf marga þeirra til þess að sækja réttlæti inn í réttarkerfinu. Getur þetta sem við erum að tala svona jaðarsetningu hópa og kerfið sér umverulega fyrir þá sem eru svona, innvíðir og innmúraðir. Frekar. Þú settir nú fram þarna fullyrðingu því ég nú ekki alveg sammála. Ég nú ekki sammála því að það sé eitthvað síður hlustað á konur. Það svona í gegnum tíðina, ég kannski þetta skána eitthvað. Já, svona í gegnum tíðina, já. En
Sko það hefur alltaf, það er búið að hafa, hinn síðustu ára þá hefur orðið aukin áhersla á einmitt bara mannréttindi almennt og stöðu ýmissa hópa, ýmissa minnihlutahópa og annarra hópa. Við höfum sem betur fyrir þá höfum við nú mannréttindadómstólinn sem að hefur, oftar en ekki, orðið til þess að það hefur, að réttarkerfi hér hefur breyst. Auðvitað ætti þess ekki að þurfa en það hefur samt orðið til þess og við erum með ótrúlega mörg mál fyrir mannréttindadómstól Evrópu og það má velta því fyrir sér af hverju það er. Það var ég kannski efni annan þátt. Ég held að það sé samt mjög erfitt að fara að alhæfa eitthvað það að það séu ákveðnir hópar sem að fái frekar sínu framgengt en aðrir. Ég er ekki alveg tilbúin til þess að taka undir þá gagnrýni. En hins vegar hafa mannréttindi, þau hafa, það hefur orðið meiri áhersla á þann málaflokk og það eru, hvort sem það er að því að menn eru orðnir meðvitaðri sinn rétt og ákveðnar í að fylgja honum eftir. Kannski erum við bara stödd á byrjunarreit þar og það tekur tíma fyrir samfélagið að aðlagast og breyta þeim hugsun sem verið hefur. Ragnar minntist hérna á öryrkjabandalagsdóminn. Hversu mörg mál hafa rauninni farið núna fyrir dómstóla félagslegt réttlæti. Ég held nú að dómar hafi breyst undanfarin ár í þágu einmitt þessara minnihlutahópa. Þannig að, og sem betur fer, þá lifum við í síbreytilegu samfélagi og vonandi í betra samfélagi. En ég hef ekki orðið verið það að konur hafi, að því þú myndist nú á þær sérstaklega, að þær hafi eitthvað borið skarðan hlut frá borði í samanburði við karlmenn. Það væri þá frekar, til dæmis ef við tökum bara jafnréttismál, eru konur eitthvað, bera þær eitthvað síður skarðan hlut frá borði heldur en karlmenn, til dæmis í sambandi við vinnu. Eða hvort það einhver önnur mál. Þetta er kannski efni í annað þátt? Já, þetta getur bara verið efni í annað þátt. Nei, það sem þú sagðir fyrri þátturinn sem þú nefndir, ég ætla að kasta því yfir á Gísli. Íslendingar eiga einhvers konar, allavega Norðurlandamet í málu fyrir mannréttindadómstólnum. Eru með óvenju mörg mál þar. Er ástæðan að íslenska réttarkerfið er ekki gott eða er ástæðan að við erum svona lagaþrættið fólk alveg upp á Njálu og við förum endalaust með málin okkar út? Hvort er það eitthvað að okkur eða er eitthvað að kerfin okkar? Það er slökkt á mikrofónum, voru að kveikja á hann. Ég held að sé nú bæði, hvort tveggja. Mér fannst á tímabili að allar réttarbætur kæmu að utan nema kannski fæðingarorlofið og sérstaklega eftir að Hæstiréttur sneri við kúrsum bæði í öryrkjabandalagsmálinu og kvótamálinu. Það er bara ákvað að virða ekki fyrir fordæmi og það er náttúrulega bara bein afleiðing af því að það er sami íhaldsflokkurinn sem hefur skipað í dómaraembætti, eða öll dómaraembætti í ekki bara lýðveldissögunni heldur frá því að við fengum fullveldi, allavega síðan Sjálfstæðisflokkurinn var stofnaður, þá hefur sami flokkurinn skipað nánast eingöngu hægri sinnaða miðaldra karlmenn þangað til alveg á síðustu árum. Og ég taldi þetta þegar ég var ritstjóri Úrljóts og það var iðulega einn framsóknarmaður, einn krati í Hæstarétti. Það var aldrei neinn vinstri maður og það voru engar konur fyrir Guðrún Erlendsdóttir var hann ein í mörg ár. Það voru fáir landsbyggðarmenn. Þetta var bara einn þjóðfélagshópur nánast sem dómineraði dómskerfið
Og það held ég sé ástæðan fyrir því sem að Ragnar var að benda á að Hæstiréttur bara ákvað að fara ekki eftir fyrri fordæmum í Öryrkjabandalagsmálinu og að mínum mati í kvótamálinu. Það var það nú mannréttindi sem að hafa nú oft verið í hávegum höfð, atvinnuréttindi allavega fyrir suma. Þannig ég get alveg svarað þessari spurningu sem þú varst að spyrja Berglinda, hvort að sumir hópar ættu betra aðgengi. Ég veit allavega að sumir hópar eiga lakara aðgengi að réttarkerfinu en aðrir. Ragnar, er þetta vandamál að sami flokkurinn hafi, eins og yrði orðað, tróðið sínu fólki í Hæstarétt og flest dómstig? Þetta er auðvitað spurningin dómarana sem að skipa dómstólana. Skiptir það okkur máli hvaðan þeir koma, hvert er uppbyldið þeirra, hvert er lífsviðhorf þeirra, hver er pólitísk sýn þeirra og almenn samfélagssýn. Við getum líka spurt okkur hvers vegna skildi stærsti flokkur landsins ætíð reyna að koma sínum mönnum að í Hæstarétti. Er það bara af því að þeir halda að það vanti laun? Nei, það var ekkert með það að gera. Það er vegna þess að stjórnmálaöflin gerir sig grein fyrir því að það skiptir máli hvert er almennt viðhorf dómarana, ekki til lagana, heldur hinn pólitísku viðhorf og hugmyndafræði þeirra. Og þetta má sjá með ýmsu móti hvernig þetta birtist í dómum dómstólana, og að ég minnst Öryrkjabandalagsdóminn áðan, að þar voru 2 menn í minnihluta sem eru svona nálægt því að vera kallaðir frjálshyggjumenn nú til dags og hafa ekki mikla trú á félagslegum réttindum og telja þessi ekki hlutverk dómstóla að fjalla þau. Hinir 3 sem voru í meirihlutanum, það voru svona eins konar kratar eða við getum kallað eitt þeirra svona lýðræðið sinnaðan hægrimann. Hinn svokallaða frjálslynda miðja, eins og stundum við kallaði í dag. Já. Og þetta dugði í þessu tilviki. En það er alveg ábyrrandi ef maður skoðar viðhorf minnihlutans hver andstaðan er mikil, og það var allt vitlaust í stjórnmálum út af dóminum Öryrkjabandalagsmálinu og forsætisráðherra hafði uppi stór orð og mikil og hótanir og hvort að það hafði síðan áhrif á dómarann í framtíðinni, hvort þeir óttuðust ríkisvaldið, það er að segja framkvæmdarvaldið, eða hvort það voru hreinlega ideológiskar ástæður sem ollu því að þeir hurfu frá fordæminu. Það skiptir í sjálfs ekki máli. Aðalatriðið er að hópur eins og öryrkjar, eldri borgarar, þeir eiga þess ekki kost að sækja rétt sinn fyrir dómstólum. Dómstólarnir eru ekki síðasta vígi borgarans hér á landi eins og þeim er ætlað að vera, og við gerum kröfu til þessu. Þeir bregðast að sjálfsögðu ekki alltaf. Þeir bregðast of oft, og þá í svona grundvallaratriðum eins og jafnrétti samfélagsþegnanna, þar bregðast þeir alltaf oft. En er hægt að segja á móti að þeir sem að helst ná réttlætin út úr dómskerfinu séu þeir sem að eigna fólk og þeir sem að verja eignaréttin? Já, það er auðvitað óljóst að þeir sem að mekka sem betur, þeir eru í betri aðstöðu til að koma sínum málum á framfæri. Bæði stafa þetta tengslum á Íslandi eru annars vegar pólitísk tengsl og hins vegar fjölskyldutengsl mjög ráðandi og skipta miklu máli. En síðan eru líka önnur atriði, það er reynt að hafa áhrif á dómstólunum ýmsum móti. Við sáum það daginn þegar stórfyrirtækin okkur bjóð til auglýsingu eða myndband til að koma framfæri sjónarmiðum sínum út af málflutningi sem verður í haust á milli fyrirtækisins og Seðlabanka Íslands. Og þannig var meiningin að hafa áhrif á dómstólana og það hefði engin venjulegur maður geta lagt í þann kostnað sem fylgir því að búa til svona myndband. Þú þarft mikla peninga til þess. Og þá var það spurningin, af hvað miklu leyti láta dómstólarnir að það hafa áhrif á sig hvað er að gerast í samfélaginu á hverjum tíma. Standaður upp úr því með reisn og láta það ekki hafa nein áhrif, eða sveifla það þeim til og frá, því er haldið fram. Ég efast að það sé rétt,
Ég held að það sé miklu hættulegra þessi grunnmúruð afstafa manna til samfélagsins sem þeir búa í og hún hefur síðan áhrif á afstöðu þeirra vegna þess að rétturinn er þannig að hann er ekki skýr. Hann er langt frá því að vera skýr og það er margvísleg, það er mjög mikið sótt til röksemda utan lagana til að komast að niðurstöðu í dómsmálum. Þannig það er ekki lögin eingöngu sem var ráða niðurstöðunni og ég geti haldið langan fyrirlestur með þetta til að sleppa því núna. En ég mér langaði að spyrja þig að því að þú sagðir áðan að það var erfitt fyrir hinar veikasettu sem eru mjög háðir í sínu lífi að svona mannréttindur sem að tryggja félagslegt réttlæti, að þau geti ekki alltaf sótt að réttlæti til dómstóla. Þú nefndi líka að Hæstiréttur og dómstólarnir líklega þá í heild hafi miklu meiri áhuga á eignarréttinu. Þannig að þess vegna stilti upp þessum auðuga manni sem var að sækja sitt réttlæti því að auðugu þurfa fyrst og fremst að venda á vend eignarréttarins að halda því að þeir geta raunverulega þurfa ekkert svo hinn félagslegu réttindi því að þeir geta keypt sér bara þá menntun og heilbrigðisþjónustu sem það vanhagar Þannig að það eru fyrst og fremst vend eignarréttarins sem að þeir eru að sækja inn í dómskerfið, eða ekki? Sko, undirstöður í okkar efnahagskerfi eru að sjálfsögðu vernd eignarréttar, samkeppni og samningsfrelsi. Og þetta, liberalisminn byggir á þessu og hann byggir á því samtöðu samningsfrelsið að allir séu jafn stæðir þegar kemur að samningum. Samkvæmt þessari kenningu er til að mynda Iceland og flugfrýðufélagið jafn öflugir aðilar í samningum. Og sama að segja lögin vinnudeilur, þau gera líka Þó svo að Ísland hótið í að reka allar flugfrýður eða jafnvel gerir það meðan á samningu standi. Ég er að segja það að þeir voru í aðstöðu sem að félagi var ekki í. Þess að beita valdi sem þeir gerðu og náðu þar leiðandi þeim árangri sem þeir vildu. Þannig að við verðum að muna það að samningsaðilar standa vísjaldlega vígi. Þeir sem að hafa hermann á bakvið sig gegn einstökum veikburða aðila eru þetta sterkari. Þeir geta fengið fleiri lögmenn, fleiri sérfræðinga, fleiri gögn og svo framvegis heldur en hinn sem að ekki býr yfir neinu. Jafnvel þótt hann fái gjafvörn eða gjafsum. Þannig að við erum illa á vegi stödd að þessu leyti og gallinn auðvitað sá að jafnvel þótt að hér komist að verkamannastjórn til að mynda, að þá er erfiðleikarnir fyrir hana til að koma á jafnrétti og jafnræði og réttlæti svo miklu vegna efnahagskerfisins. Þannig að það þarf að breyta því með einhverjum hætti. Og kerfinu sem svo varið af dómstólunum út af kerfi sem varið af dómstólunum. Dómstólunum bara hluta þessu kerfi og óhjákvæmilega verja þeir þetta kerfi og halda því uppi og þess vegna þarf að breyta samfélagsgerðinni sjálfri og efnahagsskipaninni til þess að unnt sé að ná einhverjum árangri á sviði jafnréttis og jafnsaðgangs á lögunum og svo framvegis. Berglín, þeir eru svo róttækir, Gísli og Ragnar? Já, þeir eru dálítið róttækir. En það er líka Þeir segja bara dómstólar, þetta bara pólitíski dómstólar? Já, ég er ekki sammála því. Ég er alls ekki sammála því. En hins vegar það mjög mikilvægt að dómarar séu sem fjölbreytilegastir og það séu teknir alls kyns dómarar þannig að við séum að fá sem mesta fjölbreytileikann og þess vegna þurfa að vera frá eins og þetta var hérna áður þá útskrifuðust allir lögfræðingar úr sama skóla og voru jafnvel með sama bakgrunn. Þannig að það er ekkert óeðlilegt að það hefði verið litið á þetta sem bara mjög einslitan hóp. Nú með tilkomu fleiri lagadeilda og tilkomu, það er miklu meiri fjölbreytileiki í þessum hópi sem útskrifað sem lögfræðingar í dag.
og vonandi skilar það sér, og það að skila sér inn í réttarkerfi, inn í dómstólana. Það eru fleiri konur og þetta ekki bara allt saman sjálfstæðismenn sem sitja í dómstólum, það sé alveg langur vegur frá því. Þannig en þetta nauðsynlegt til þess að við getum litið svo á að dómstólar séu að sinna sínu hlutverki eins og eiga að gera. Dæma eftir lögunum og að það séu allir jafnir fyrir lögunum, alveg sama hvaðan þeir koma eða á hvaða hópi þeir tilheyra, hvort þeir séu auðugir eða fátækir eða hvað sem Eða innvíðir eða tilheyra jaðarhópum samfélagsins. Já. Heyrðu, eins og við komum fram hér í þættinum að þá margt af því sem við drepið á efni í sérstakar þátt og meðan þið hafa verið að tala þá hefur við verið að hugsa hvernig við getum haldið þessar umræðu áfram. Við verðum að slá botnin í þetta í kvöld og setja hlé. Ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna, Bjarki Magnússon frá Afstöðu, félagi Fanga, Gísli Tryggvason sem stattur í Danmörku eins og sást stundum, það Steinn Sól á hann, Berglind Svaðarsdóttir formaður lögmannafélagsins og Ragnar Aðalsteinsson lögmaður. Ég þakka ykkur kærlega fyrir að deila hugsunum ykkur með okkur og leyfa okkur að fylgja ykkur. Hlustundur þakka ég fyrir að ljá okkur eyra. Við munum verða hér aftur annað kvöld klukkan 8. Þá verðum við með annars svona þátt, en mjög fljótlega þá munum við finna einhverja leið til að áfram umræðu dómsmál. Ég átta mig á því að meðan ég hlusta á okkur að þetta mikilvægt mál. Takk fyrir í kvöld. Gott kvöld. Takk fyrir. Já, takk sem leið.